Já, við erum hér reglulega á samstöðunni með eitthvað sem við getum kannski kallað neytendahornið og ýmislegt sem rúmast í því. Í dag ætlum við að velta fyrir okkur svona hvernig við getum gert sem best kaup fyrir jólin, hvað ber að varast og svona fleira í þeim efnum. Við erum að ræða gjafabréf. Nú svo náttúrulega nokkur tíðindi hér í það verðbólga að lækka og lítil vaxtalækkun að baki. Það er svona spurning hvort það að rofa til eitthvað í þeirri mjög svo slígandi hávaxtastefnu sem hér hefur verið og hvað áhrif það geti haft á okkur neytendur. Nú síðan var Ríkisútvarpið með ágætan samanburð á neysluvörum á milli nokkurra landa. Blandaði Íslandi saman við 3 skandinavísk lönd og til að ræða þetta og eflaust ýmislegt fleira komin Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Vertu velkomin, Breki. Takk fyrir. Ég var að byrja á svona stóru þráðunum. Það kom svolítið á óvart að það skyldi koma sérfræðingunum á óvart að verðbólga bara fjall töluvert samkvæmt mælingu í síðustu viku. Já, það er ánægilegt að verðbólgan sé að fara niður en það vekur manni óhug að enginn sá það fyrir. Allir helstu sérfræðingar landsins virðast koma af fjöllum og vita ekki gátu ekki séð fyrir þessa lækkun. Og þetta er náttúrulega fólki sem að spá fyrir og reyna að stjórna og stýra og ná verðbólgunni niður og þetta vekur eftirtekt og furðu að enginn sá þetta fyrir. Já. Og spurninga mitt hvort þetta trust sem maður hefur á þessum fólki að þau sé að fara rétta leið og þetta viljum við öll ná niður verðbólgu, það er frábært en þetta er svona ef að segja blendnar tilfinningar. Já, einmitt. Gefur þetta fyrirheit frekari vaxtalækkun og hver eru þín viðbrögð við þó þeirri lækkun sem var síðast? Það er náttúrulega frábært að vextir, stýrivextir skulu hafa lækkað. En ég segi líka litlu verið vöggur fegin að við erum ennþá með langhæstu raunstýrivexti í heimi. Það er að segja stýrivexti að teknu tilliti til verðbólgu. Verðbólgan er komin niður í 3,6%, samt erum við með yfir 7% af stýrivexti. Þetta er þessi þumalskrúa, hún er mjög íþyngjandi fyrir okkur sem erum fyrir hinn skuldandi heimili. Og það er alveg spurning hvort að þetta sé rétt leið, það er að segja að láta heimilin, helming heimila landsins, þau sem skulda, bera þessar byrðar sem háir stýrivextir eru til þess að lækka verðbólgu. Hvort það sé ekki aðra leiðir sem þurfi að fara frekar og þá er ég að tala þéttara aðhald í ríkisfjármálum og stór fyrirtæki þurfi að á einhvern hátt að draga úr umsvifum sínum í stað þess að hinn skuldandi heimili beri allar byrðar þessa. Já, það er svo sannarlega mikið álitamál. Þetta kostar náttúrulega einmitt heimili landsins og sérstaklega hinn skuldu og heimili landsins alveg gríðarlega peninga. Það er minna eftir til þess að fara út í búð og kaupa matvöru og nauðsynjavöru vegna þess hvernig vaxtamálin eru og við erum algjörlega á skjön við öll önnur lönd sem við berum okkur við. Það er bara þannig. Já, við erum með eins og við sagðum, langhæstu raunstýrivexti í hinu vestræna heimi. Hvergi annars það sem þetta taumhald er svona svakalega strangt eins og hér. Nei. En
kom það ekki fram í þessari vaxtalækkun að var ekki vitnað eitthvað til máls Neytendasamtakanna? Jú, það var hluti af ástæðinu fyrir því að röksemdunum fyrir því að Seðlabankinn lækkaði sína vexti var víst þessi niðurstaða í dómi Hæstaréttar og þessi óvissa sem bankarnir bjuggu til í kjölfar þess að sem þeir lokuðu sjoppunni í 2 vikur og biðu svo sem eftir að hið opinbera kæmi inn að gera eitthvað. Seðlabankinn brást við því og fór að birta parvexti sem svona nýtt viðmið nýtt svona vaxtaviðmið sem gott að það þá allavega óháð viðmið og ekki háð bönkunum hvað þeim bönkunum ekki lengur í sjálfsvald sett hvernig þeir ætla að breyta vextunum sem gott. En voru þeir einhverjum að vísa til þeirra afleiðingar dómsins að það yrði minna útlán? Já, ég veit svo sem ekki til hvers þeir voru að vísa. Þeir náttúrulega Seðlabankinn verður bara að svara fyrir það en þetta var einu af röksemdunum fyrir því að stýrivextir voru lækkaðir í þetta sinn. Þannig að Neytendasamtökin það þurfti það til að Hæstiréttur dæmdi Hæstiréttur gerði bönkunum að fara að lögum til þess að stýrivextir lækkuðu loksins. Já, þú lítur að fagna því. Við fögnum því við fögnum því náttúrulega þegar að fyrirtæki fara að lögum og við fögnum því líka þegar að stýrivextir lækka. Þannig að hvoru tveggja er gleðitíðindi í þessu öllu saman. Bara til hamingju með það. Takk sömuleiðis. Eigum að renna okkur aðeins yfir í jólainkaupin sem nú eru framöndan að maður hefur svo sem oft séð vísareikningin eins og maður kallaði þetta alltaf fara svona upp 50-70% í desember og stundu veit maður nú ekkert hvað er tilboð raunverulegt og hvenær svona eiginlega verið að svindla manni. Við erum hafa verið að tala um það núna að það sé að dreifast aðeins meira á þessa tilboðsdaga en kannski er það bara viðbót. Við erum eftir að sjá tölunar í byrjun nýs árs hvernig við erum að eyða peningunum okkar. Það er mörg að hyggja, er það ekki? Jú, nú eru náttúrulega líka þessi kaupgleði dagar eða kaupgleðileikar að baki sem byrjaði með einmannadeginum og endar núna í net mánudegi. Já, allt meira með nú ensku sem að fennu í taugarnar á mér. Já, ég kalla föstudagsfár á föstudaginn sem kalla svartan föstudag. En og það er náttúrulega það er ekki bara verslanirnar sem fara á kreik þarna og sjá leikaborðið heldur eru svindlarar líka og við sjáum mikla aukningu á tilraunum til svika og þannig að við viljum benda fólki á það að fólk mörg eiga vona á að fá pakka senda með póstunum eða með sendingafyrirtæki og þetta nýta svikara sér og senda fólki SMS eða tölvupóst og það sem hafa smetla á og gefa upp ykkur upplýsingar og þessu viljum við vara við og starfsfólk Neytendasamtakanna hefur meira að fengið svona svika tilrauna pósta og viljum bara biðja fólk að þegar að þú færð póstum að þú eigir eitthvað smetla einhverja hlekki að þú hugsir þig tvisarum að taki 2 mínútur í að hugsa er þetta hvaðan kemur pósturinn í raun og veru er þetta eða SMS-ið skilabúðin hvaðan kemur þetta er þetta frá réttum aðila og í staðin fyrir að smetla hlekkin farið þó inn á heimasíðu viðkomandi fyrirtækis til þess að kanna hvort þetta er réttmætt eða ekki. Má ég þá spyrja þig til einföldunar ef það kemur tilkynning SMS að ég vona á póstsendingu
er þá aldrei rétt að smella á einhvern hlekk ef hann fylgir? Þú þarft allavega að vita, kanna það hvort að hlekkurinn sem eru undirliggjandi, hvort að hans vísið í raun og veru á pósturinn.is eða dhl.is eða hvað það nú er, en ekki á pósturinn is. Eitthvað allt annað. Já. Þannig að það er verið að reyna að fyrsta lagi að höfða til þess að þú flýtir þér, gerir eitthvað í flýti og að fá síðan upplýsingar þú þarft að gefa upp þetta borga sendingagjöld eða komugjöld eða eitthvað slíkt. Og fólk er á ekki að bara beinum þeim tilmælum til fólks að það taki andi tvisvar, taki 2 mínútur og skoði þetta aftur. Þessu var eins og gamla daga þegar voru umferðar auglýsingarnar þegar að kemur mótorhjól þá á maður að horfa tvisvar. Ég man það ennþá eftir þessum leiðbeiningum, og þetta er sama með þegar kemur tölvupóstur eða skilaboðum að þú að smetla á einhverju hlekki, horfðu tvisvar. Já, þannig að tilboðsdagarnir sem stórauka umferð pakka, fólks á milli, þarna er svona auka áhætta af því að svo mörg okkar eiga vona á einhverjum pökkum að þá er þetta svona auka varúð sem maður þarf að sýna. Nákvæmlega, bara þetta er skammdegið og við þurfum að líta betur þegar við erum að damna okkur á netinu. Já. En hefurðu trú á að þessi tilboðsdagar og þetta virðist nú vera töluvert svona mikið stund að kaupa þá kannski jólagjafir og annan varning fyrir jólin fyrr heldur en ella hefði verið. Hefurðu trú á að þetta verði viðbót við neysluna eða hvernig svona ræður í þetta? Ég hef trú á því að kaupmenn trúi því að þeir væri ekki að gera þetta nema til þess að auka veltuna og starta jólaversluninni fyrr. Og við sjáum þetta þetta byrjaði sem svona föstudagsfárið, en núna er þetta komið framar í nóvember og 11. nóvember er komið þessi einmannadagur. Þannig að við sjáum það að það er svona tilhneiging til þess að lengja þetta í annan endan, og það er bara hægt að lengja þetta byrja fyrir, það er ekkert, við erum með jólin eru bara þarna og þau eru endapunktur þannig að já, ég held að kaupmenn líti þannig á að þetta sé auki veltuna hjá þeim. Og við þurfum bara neytendur að vera með skynsemishattinn á okkur og ekki svo ég vitni nú í Tyler Durden í frægri bíómynd sem sagði að við kaupum alltaf mikið á dóti fyrir peninga sem við eigum ekki til að ganga í augun af fólki sem við þekkjum ekki. Og það er það sem kapitalismin gengur út á og við verðum bara, og ég verð að segja fyrir mitt leyti að ég svona geld ákveðum varhuga við öllum þessum auglýsingum núna frá fyrirtækjum sem eru að segja borgaðu jólin í febrúar, eittu efni fram í dag til þess að borga það seinna. Og þetta er trend sem sem bara öll neytendasamtök í Evrópu eru hugsandi yfir. Þetta heitir svona buy now, pay later. Keyptu núna, borgaðu seinna. Og þetta felur í sig náttúrulega alveg himinháan kostnað. Og þetta er svona, við getum sagt svo að þetta sé í raun og veru nokkurs konar smálán lights. Það er verið að reyna að fá okkur til þess að eyðum efni fram til þess að og borga það með himinháum vöxtum síðar. Og þetta þurfum við við þurfum að standa þess freistingu, við þurfum ekkert allt þetta dót sem við höfum og við þurfum ekkert að eyða efni fram, það er ekkert sem kallar á það. Nei.
Það getur verið gott að sko í samanburðinum að þegar krakkarnir eru með þrýsting og svona og segja að það eru allir sem fá eitthvað svona þá getur verið gott að reyna að leiða talið að sko hinnu raunverulegu verðmætum innan heimila sem eru tengsl og hérna svo margt annað heldur en það sem að kostar pening að samvera og allt þetta og hérna já það getur verið að þessi krakki fái 200.000 króna jólagjöf en kannski verður hann að því sem að við erum með hérna sem gott og allt það en sko það heyrist ofta að á þessum tilboðsdögum þá og það auglýstur 20-30% afsláttur að þá hafi áður bara verið hækkað og það sé verið að svindla okkur þannig hafið þið fengið mikið ábendingum um það? Sko við fáum alltaf slíkar ábendingar og hérna árvökulir neytendur þeir senda okkur slíkar tilkynningar jafnvel með skjáskotum af verðinu fyrir og verðinu hérna núna á svokölluðum tilboðsdögum. Það kemst upp allar þessar verslanir og við sendum þessar tilkynningar til Neytendastofu sem sektar þær. Við í ár höfum við fengið mjög fáar slíkar sendingar og ég held að aðhald neytenda sé orðið það mikið að það dettur engum í hug að gera þetta. Að engum heilvita kaupmönnum dettur í hug að gera þetta. Þetta jákvæð þróun. Þetta jákvæð þróun og náttúrulega og neytendur eru held ég líka verða miklu meðvitaðri og rétt sinn og miklu meira opnir það og tjá sig það þegar að gert á þeirra hlut og það að reyna að svindla svona á þeim það verið að gera á hlut neytenda og því ber að tilkynna það og þar til bæri yfirvöld eru Neytendastofa sem eru með svona tilkynningarnapp á sinni síðu og ekkert mál að senda inn tilkynningu til þeirra. Já, það líka manni dettur í huga því að ungt fólk alltaf að taka myndir á öllu og hérna það örugglega til miklu meiri gagnasöfnun verðlagningar heldur en var áður Já, algjörlega og við höfum einmitt í aðdraganda þessara daga þá minnum við fólk á að skoða þær vörur sem það langar að kaupa og hvort að þær og taka myndir eða skjáskot af verði til þess að kanna það hvort að þær verða séu á raunverulegu afslætti þegar að kemur að þessum dögum og það eru þessar myndir sem við erum að fá sendar á hverju ári en færri í ár heldur en nokkuð sinni fyrir og það gott en það sem ég segi alltaf sko að langflestar verslanir vilja gera vel þau vilja gera vel við sína viðskiptavini og af því að ánæður viðskiptavinur kemur aftur óánæður viðskiptavinur segir öllum vinum sínum frá og birtir á samfélagsmiðlum reynslu sína og það fælir þá bara fólk ekki bara þennan eina viðskiptavin heldur alla viðskiptavinni frá og neytendur frá að því að versla við slíkt fyrirtæki. Einmitt. Þetta eins og með þegar maður fyrir út að borða ef þjónustan ömurleg og skiptir engum máli hvað maturinn góður ef þjónustan frábær ekki síst í kjölfar þess að maturinn misheppnaðist eitthvað þá maður líklega til þess að fara út og segja jákvæða sögu þrátt fyrir að maturinn þrátt fyrir eitthvað hafi klikkað nákvæmlega í gæði maturins nákvæmlega en ræðum aðeins gjafabréf ég vil nú að viðurkenna að ég á gjafabréf sem hafa dagað uppi og ég held að flest okkar kannski segi nú ekki flest en margir segja þá sögu að þeir hafi bara stungið einhverjum gjafabréfum inn í einhverja skúffu og svo var hún næst opnuð þegar var bara flutt 15 ára seinna í næsta húsnæði og þá hugsa maður með sér ég brendi þetta upp en sem náttúrulega ekki gott það sóun en það líka mjög mismunandi það ekki bara hver gildistími þessara gjafabréfa Sko, við lítum svo á að gjafabréf sé bara eins og hver önnur fjárkrafa og tíminn ekki geta runnið út fjárkröfur þær fyrnast á 4 árum venjulega fjárkröfur og við teljum sem svo að nema það standi skýrum stöfum annað á
gjafabréfinu, þá eigið að gilda í það minnstakosti 4 ár. Ég veit fyrirtæki hverjar gjafabréf eða inneignarnótur fyrnast alls ekki. Og það bara frábært. Enda má horfa að líta á það þannig að fyrirtæki sé búið að fá fjármunina inn í sinn rekstur og getur nýtt hann og ávaxtað sitt fé og því ósanngjarnt í raun og veru að ef að það á að fyrnast á einhvern hátt. Það fyrnist á sjálfur sér smám saman með hárri verðbólgu á Íslandi. Það segjum þessu svo að þú eins og þú 10.000 króna gjafabréf frá því fyrir 15 árum. Þá það helmingi, það lítið eftir af því helmingi verðminna í dag heldur en var fyrir 15 árum og fyrirtækið hefur haft 15 ár til að nýta sér fjármunina í hvað sem í sín rekstur. Þannig að það er bara sjálfsagt finnst okkur að það eigi ekki að fyrnast frekar en peningaseðil. En við það er engin lög sem gilda gjafabréf, en það eru þau kannski keypt líka á mismunandi forsendum. Stór fyrirtæki geta kannski keypt gjafabréf í einhverja verslun fyrir sína starfsmenn, gefið í jólagjöf, fengið einhvern afslátt út af það, einhvern magnafslátt, hugsanlega fengið meiri afslátt ef að gildistíminn er skertur og við höfum fullan skilning á því, en það þarf þá að taka það sérstaklega fram á gjafabréfinu sjálfu. Það er ekki nóg bara að vísa í einhverja reglur á netinu, heldur það þarf til þess að slíkt gildi og við hvetjum fólk bara til þess að sem lendir í vandræðum að hafa samband við fyrirtækinu, því að flest þeirra eru bara á því að inneignarnótur og gjafabréf gildi. Það er þá jafnvel þó að það sé liðin einhver aðeins lengri tíma heldur stendur á gjafabréfinu. Og enda eins og við sagði sko, langflest fyrirtæki vilja gera vel við sína viðskiptavini, því þá koma þær aftur. Ef þeir hafa rangt við, þá fá svo margir aðrir að vita af því. Eru til einhverjar rannsóknir er til einhver tölfræði hver stór hluti gjafabréfa nýtist ekki, fellur á milli skips og bryggju? Ég held ekki svo ég kannist við, en ég talaði við verslunareigendur og það er mjög misjafnt eftir geirum. Í sömu tilvikum er talað að alltaf 40% af gjafabréfum fyrnist eða skilir sér ekki tilbaka. En það er bara misjafnt. Ég veit til dæmis að það kom maður þegar hann sagði okkur frá því, hann kom til og vildi hrósa Þjóðleikhúsinu. Hann kom með hann hafði í áraraðir fengið gjafabréf í Þjóðleikhúsið og svo kom hann og hélt hann myndi nú ekki fá neitt fyrir það, því að þetta voru einhverjar 10-15 ára gömul gjafabréf og hann fór með það og hann fekk upphæðin var náttúrulega lægri heldur en það nægði ekki alveg upphæðin hélt sér þó að verðgildið hafi og hann var mjög ánægður með þær viðtökur og við bara hvetjum önnur fyrirtæki til þess að taka vel á móti sínum viðskiptavinum, af því þetta er sannarlega fé sem fyrirtækin hafa fengið inn í sinn rekstur og sannarlega ósanngjarnt ef að viðskiptavinur fær ekkert fyrir það. Já, og nú dettur mér það í huga, ég gaf gjafabréf jólin í fyrra til einstaklings sem hljóðaði upp á tiltekna fjárhæð á tónleikum hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Og mér minnir að það hafi verið tengt yfirstandandi starfsári, en segjum sem svo að viðkomandi myndi ekki nýta það á yfirstandandi starfsári, væri einnar messu virði að tékka á þeim og athuga hvort sanngirnis
sjónarmið þeirra væru þannig að þau myndu koma á móti. Algjörlega, það verið algjörlega og flest heiðvirð fyrirtæki, þau taka vel á móti. Það er þannig. Já. Jafnvel þó að standi annað á gjafabréfinu. Þú nefndir áðan að það væri til fyrirtæki þar sem að gjafabréf finnst aldrei. Mér finnst allt í lagi að hampa þeim, ertu með einhvern nöfn? Til dæmis Þjóðleikhúsið, þarna í þessu tilviki, það er engin fyrningatími. Ég veit að Borgarleikhúsið á þeirra gjafabréfum og inneignarnotum, það fyrnist á 4 árum. Þannig að það er mjög sem bara hvernig en við náttúrulega hvetjum fyrirtæki og til þess að hafa engan fyrningatíma á sínum gjafabréfum í flestum tilvikum. Svo náttúrulega eru eins og til dæmis núna hef ég séð í aðdraganda þessara föstudagsfárs og kaupgleði daga að þá hafa hótel verið að bjóða upp á gistingu sem bara á vetrartímanum sínum sem þá gildir þetta bara fram til maí eða 1. júní eða slíkt og það er líka allt í lagi en svo lengi sem það er tekið fram og það er ástæða fyrir því að það sé einhverja takmarkanir á notkun á þessum gjafabréfum. Mjög áhugavert og fróðlegt Breki, ég ætla ekki að halda þér mikið lengur bara eitt að lokum, það er hægt að finna allar þessar reglur og öll þessi tilmæli á vef Neytendasamtakanna ns.is/gjafabréf. Mjög gott, en áður en við slítum talinu þá ætla ég að renna aðeins yfir könnun sem að Ríkisútvarpið gerði í síðustu viku og svona margir að tala að þetta hafi verið svolítið gott, þetta akkurat svona einu almanna útvarpið okkar að vinna og það voru sem sagt keyptar vörur í 4 norrænum löndum, bleiur, kaffi, mjólk, banani og hakk og þetta svona bananinn kostar 75 kall hér. Hann er útdýrastur á samanburði löndunum í Danmörku 49. Kaffið er alls ekki dýrast hér, 724, 1047 í Danmörku, 1063 í Noregi. Það kom mér pínlítið á óvart af því að við náttúrulega höfum fundið svo mikið fyrir verðhækkun á kaffi frá því að það kostaði bara lítið sem ekki neitt, leyfi ég mér að segja. Nú bleiurnar eru dýrastar hér, mjólkin er ekkert í neinu hrópandi ósamræmi við hinn samanburðarlöndin, en kílóið af nautahakki getum við sagt, langdýrast. Og þú hefur fylgst með þessari, þú kannski séð þessa frétt eða þessa könnun, eitthvað sem komur óvart í þessu? Nei, í rauninni ekki og það má eiginlega segja það sko að í öllum verðkönnunum þá eru sem gerðar matvælaverð í Evrópu þá má bara slá því eiginlega föstu að 3 lönd séu þar langhæst tróna á toppnum og það sé Ísland, Noregur og Sviss og þetta er keppni sem við viljum alls ekki vinna við viljum gjarna vera neðar á listanum. Og við vorum svolítið með dýrustu matarkörfuna og Noregur kom svo í einmitt og það kemur ekkert óvart og Sviss væri þarna uppi á svipuðum stað ef það væri þarna með í þessu. Þannig að hvað það er sem skýrir þetta, það er því miður engin svona ekkert eitt atriði umfram annað. Það eru há laun hér á Íslandi, það er hár fjármagnskostnaður eins og við töluðum áðan, háar vextir þannig að sem skila sér inn í leiguhúsnæði eða byggingarkostnað og leiguhúsnæði og svo framvegis. Náttúrulega við erum fámenn þjóð langt upp í Norðurhafi. Einangruð, þannig að siglingar, flutningur, það er flutningur, en svo erum við náttúrulega líka með fákeppni sem hún er meiri hér á Íslandi heldur en annars staðar. Það eru vissulega líka stórar og keðjur á Norðurlöndum en ekki eins stórar og hér og fáar. Þannig að og svo sem má líka segja að
Svíar hafa brugðist við sínum hækkunum á matvælaverði af því það hafa allar Norðurlandaþjóðir núna hafa haft miklar áhyggjur af hækkunum á matvælaverði og við erum ekki undanskilin á því en Svíar hafa brugðist við því með því að lækka virðisaukaskatt á matvæljum og þannig að það er þannig að virðisaukaskatturinn er hærri hér heldur en í Svíþjóð allavega sem skýrir þá einhvern mun að þessum en þetta er sífelld umræða og nauðsynlegt að neytendur veiti aðhald og frábært að Ríkisútvarpið veiti þarna aðhald með því að sýna þetta verð og vonandi verður þetta hvatning til bæði verslana og milliliða og flutningsaðila og framleiðanda að draga nú úr og verðhækkunum og helst að lækka verð finna leiði til þess að gera hlutina ódýrar og betur. Einmitt. Og þótt kaffið hafi hækkað mikið í verði þá er það ódýrast hér af þessum 4 löndum. Það er 724 krónur á Íslandi, 1047 í Danmörku, 857 í Svíþjóð og í Nóri 1063. Þannig að við vinnum þó í hináttina í einni grein. Þetta er fjölþraut, þannig að við vinnum í einni greininni. Einmitt, svona miðaldra fólk og eldra fólk getur ekki séð þann veruleika fyrir sér að við missum kaffi út úr höndunum á okkur sem þjóðardrykk. Þess vegna sýni ég þessu sérstakan áhuga. En Breki, kæra þakkir fyrir komuna. Bestu þakkir. Og búið að vera mjög fróðlegt að fara yfir allmörg mál sem varða okkar neyslu og þennan spennandi tíma sem framöndan er fyrir jólin, þar sem borgar sig nú heldur betur eins og þú hefur sagt að kunna fótu sín og forráð og stökkva ekki á allt. Nei, og leita ráðgjafar og aðstoðar ef það er eitthvað, þá er neytendasamtökin til staðar. Einmitt. Takk fyrir komuna, Kjalla. Takk. Og áfram höldum við, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.